Já, það verður vist ekki rakið í skattfællingin, háað inn í mér, faðir minn, kall minn segir mér, þetta nú móðir þín. Þannig að það kemur úr hafrókinu úr Vestmannaeyjum. Ég þakka fyrir að fá að koma hérna og tala við ykkur verkefni sem við höfum verið að vinna núna í síðustu 2 ár. Og alltaf gaman að koma á þennan vettvang. Ég hafði svo gaman að ég sem ég var að gera í gærkvöldi með ykkur að ég raknaði ekki við mér í morgun fyrir ég var búinn að leggja bílnum aftur fyrir framan Hótel Sögu og komin inn í anddyrið. En ég ætla að segja ykkur á verkefni sem okkur var falið að vinna í samvinnu Mógisa og Landbúnaðarháskólanum. Og það fjallaði áhrif af þessu stóra eldgosi, þessu stærsta eldgosi sem hefur átt sér stað á Íslandi síðustu rúmu 200 árin. Og það það sem við kallum Holurhraunsgosið, sem stóð akkurat í 6 mánuði eins og þið munið vel, frá ágústlokum til febrúarloka 2015. Og þetta okkur í fersku minni, þarna myndaðist stórt hraun, 17 km langt og 84 ferkilometra sem svona nánast jafn stórt og Þingvallavatn. Og þetta mesta hraunrennsli frá móðuharðindunum, frá Skaftárelunum. En það sem var líka líkt með þessu gosi og Skaftárelunum að það kom gríðarlega mikið af gasi upp með þessu gosi og móðuharðindin eru náttúrulega kennd við móðuna. Og við kynntumst móðunni aftur í Holurhraunsgosinu. Og samsetningin á þessu gasi að það var svona ólíkt til dæmis Heklu og sem öðrum eldfjöllum að það var mjög lítið af flúor. Þannig við upplifðum ekki neina vandamál með skepnur, með eitranir, flúoreitranir, það sem við hugsum oftast varðandi landbúnað og eldgos. En það kom önnur efni í þessu eldgosi. Og það voru til dæmis koldíoxíðið. Það var 6 milljón tonn af koldíoxíði kom upp í þessu gosi. Það hljómar mikið en það reyndar ekki nema bara 2 ára útblástur frá okkur sjálfum með bílum og iðnaði. Þannig það var frekar lítil tala. Það kom líka svolítið saltsýra en þó ekki mjög mikil. En það kom hins vegar gríðarlega mikið af brennisteinsoxíði. Og brennisteinsoxíð þetta sem mynda móðuna. Og þetta efni sem getur breyst í andrúmsloftinu og mynda sýru, getur mynda brennisteinssýru. En þetta brennisteinsoxíð, það kom upp yfir þessa 6 mánuði, það kom upp 11 milljónir tonna af þessu efni. Og við önduðum þessu að okkur og við fundum alveg fyrir þessu. Þetta gríðarlega mikið af því þetta hér bil jafn mikið og heildarlosun frá iðnaði og heildarmengun frá Kanada, Bandaríkjunum og Vestur-Evrópu samanlagt. Þannig að þetta var virkilega mikið. Og kortið hérna fyrir neðan sýnir ykkur hvernig þetta gas dreifðist yfir þessa 6 mánuði, hvernig það dreifðist landið með vindáttum sem stóðu náttúrulega í ýmsum áttum. Og litirnir sýna, hvað maður segja, styrkin af gasinu. Og það náttúrulega sterkast næst gosstöðvunum og svo þynnist það svolítið út í andrúmsloftinu þegar það blæs út af landinu. En það eru benda á það að Fljótsdalshéraði, þar var innan þessa svæði sem var einna mestu styrkur. Umhverfisáhrif af þessu gasi eru nokkuð vel þekkt að því brennisteinsoxíð losnar í mjög stórum stíl, sérstaklega í kolaorkuvinnslu og í nokkrum öðrum gerðum iðnaðar í heiminum. Og það hafa verið miklar rannsóknir í rauninni umhverfisáhrifum af þessu gasi. Og það var það sem getur gerst við vissar umhverfisaðstæður, þá getur þetta gas breyst í sýru eins og ég talaði og ef það breytist í sýru þá getur það haft mikil og mjög neikvæð áhrif á gróður og jarðveg og lífríki allt. Og þetta ástæðan fyrir að við erum að selja til með hreinsað bensín við köllum það blýhreinsað, það líka verið að hreinsa brennisteinur úr því. Til dæmis ein aðal ástæðan voru þessi neikvæðu umhverfisáhrif af útblæstri bifreiða sem við
tókum upp í öllum heiminum að hreinsa þetta út úr bensíninu áður en við seljum það. Og áður en var farið að stunda mengunarvarnir í þessum, bæði í eldsneyti og í orkuvinnslu, að þá var losunin í heiminum eða í Bandaríkjunum og Evrópu það 5 sinnum meira en hún í dag. Hún hefur minnkað 5-falt sem sagt frá iðnaði, heldur hún var milli 70 og 80. Og það var nefnilega farið að verða mjög mikið umhverfisvandamál, og þetta umhverfisvandamál af völdum þessa brennisteinsoxíðs gekk undir nafninu súrt regn. Og það enn núna með mikilli hraðri uppbyggingu í Kína eru þeir að byrja að upplifa líka svona vandamál, þó þeir séu líka að fullu að koma inn mengunarvörnum. Og þegar að brennisteinssýra myndast, þá rignir hún niður og getur myndað súrt regn, og það getur haft mjög mikil áhrif á lífríkið og ekki síst þær plöntutegundir sem hafa grænt lauf eða barr yfir allt árið, eins og barrtré eru sérstaklega viðkvæm. Og á norðurslóðum, þar sem að úrkoman og gasi breytist í sýru og getur geymst í snjó yfir veturinn, en losna svo út með snjóbráðunum á vorin, þá eru þekktir svona mikli púlsar sem koma með afreynslunum, með leysingunum. Og það getur drepið fisk og eyðilagt laxveiðiár og eyðilagt vatnsföll. Þannig að þetta var það sem við vissu, og þegar við fórum að átta sig á því hvað var að gerast í Holuhraunskosinu, þá fórum við að hafa miklar áhyggjur. Og þetta sýnir til dæmis hvernig ástandið var nokkuð víða á austurströnd Bandaríkjanna og í miða-Evrópu, þar sem mikil mengun á 9. áratugnum. Það var farið að bera mikið á skógardauða. Og hér til dæmis mynd af brúngreni á austurströnd Bandaríkjanna. 25 metra háum skógum sem voru allt í einu stóðu bara dauðir. Og þegar að gosið var hafið og menn voru að byrja að átta sig á hvað gæti gerst, þá verð ég nú samt að segja stjórnvöldum hróss, sem stundum eru óþarflega hæggeng, að þeir brugðust við og þeir kölluðu á sérfræðinga við háskóla og rannsóknarstofnanir og spurðu hvað haldið það geti gerst, og ef eitthvað gerist, eða jafnvel þó ekkert gerist, hvernig getum við metið hver verða áhrifin. Og þeir komu meira að segja með smá pening undir hendinni. Og hérna sjáu þið alveg dæmigerðan starfsmann við Landbúnaðarháskóla Íslands, og hann sjálfsögðu sagði hvað gæti gerst, sko. Og það var mjög góð vinkonan sem sagði líka já, við höfum miklar áhyggjur af þessu og þetta getur gerst. Og svo Bjössi hefur komist í tölvuna mína. Björn Þröstarsson, þetta var ekki vel gert. Steffensen. En til að geta metið hvað gerðist með gosinu þurfti að vera búið að gera rannsóknir fyrir gos. Og það kom í ljós þegar háskólasamfélag og rannsóknarstofnanir komu saman að það var bara mjög lítið til á góðum umhverfisrannsóknum sem voru hægt að nota það hvernig þetta var nú í fyrra áður en gosið byrjaði, eða hitti fyrir eða árin fyrir gos. Og þá bjuggum við svo vel hjá Skógræktinni og Landbúnaðarháskólanum og Náttúrufræðistofnun að hafa verið með þessi 2 verkefni sem við höfum talað áður á þessum vettvangi, skógvistina og seinna með skógvatnið, þar sem við vorum að gera mælingar á þessum vistkerfum frá skóglausum mólendum yfir í birkiskóga og svo yfir í barrskógana. Og þessi rannsóknarsvæði voru til og við áttum þau og við vissum hvað var í þeim og hvernig efnafræðin var í vatninu og í jarðveginum og hvaða lífverur voru í skóginum og móanum. Og þetta gerði okkur í rauninni kleift og við getum sagt og sýnt ríkisstjórninni fram á það að við erum með það sem þarf og við fengum þess vegna vorum valin út til að vinna þetta verkefni saman. Og hvað gerðum við? Við byrjuðum náttúrulega strax, í rauninni bara áður en gosið lauk, að þá vorum við komin austur og byrjuðum að reyna að sjá, getum við fundið þessa sýru í snjónum fyrir austan. Og Lárus Heiðarsson keyrði með okkur eins og drossi, hann dró upp Hallormsstaðahálsinn og þar sem að vatnið byrjar að renna niður í Hallormsstað og Geitdal. Og þar var farið og grafið niður og hér sjáu þið eitthvað kuldanlegan öræfing og
við fórum líka með hjálp Lárusar aftur og starfsmanna skógræktarinnar og tókum vatnssýni aftur úr þessum ám og lækjum sem við rannsakaði í skógvaxverkefninu. Við fórum út og gerðum, söfnuðum, tókum út trjáskemmdir á sígrænum barrtrjám fyrir austan og skoðuðum hvort við getum útskýrt eitthvað, hvort það væri að gerast eitthvað sem tengdi sýrunni. Og síðan fórum við haustið, þetta gosið sem haustið 2015 og endurmældum þessa gróðurreiti og skógarreiti sem við vorum í skógvistarverkefninu til að sjá hvort það voru breytingar á gróðurfari eða á jarðvegi hérna skógana og mólendisins fyrir austan. Og hvað fundum við? Það sem við fundum, og við vorum þetta fyrst á stað og það var þetta var áður en að ríkisstjórnin ákvað að setja pening í þessar rannsóknir. Við gátum sýnt fram á það eins og upp á Hallormsstaðahálsi, hérna fyrir ofan það sem að þessi lækir sem við vorum að rannsaka eiga upptök sín. Að við gátum sýnt fram á það að það var mjög mikil, það var talsvert mikið sýra í snjónum sem hafði myndast og fallið niður og var geymd í snjóalögum upp á hálendinu fyrir ofan fyrir austan. Og eðlilegt sýrustig í snjó einhvers staðar í kringum 5,8, það einhvers staðar hérna, og við vorum hérna með svo ákveðin snjóalög sem við höfðum myndast hérna niður á svona 1 metra dýpi sem voru miklu súrari. Þetta var náttúrulega komið hérna aðeins fram í byrjun apríl og við gátum séð að það hefði byrjað að bráðna og brennisteinninn var að hlóðst upp í yfirborðið þar sem snjórinu hafði bráðnað, það var nefnir við fundum talsvert mikið brennisteinn líka í snjónum. Og þetta var til þess að við ákváðum að halda áfram og ég held að þetta hafi orðið til þess að aðrir rannsóknarhópar fengu líka fjármagn til að halda áfram að fylgjast með hvað myndi gerast. Og við fórum og heldum áfram og með þessum vatnssýnum sem við skoðuðum mismunandi efni í lækjónum sem runnu af svæðinu og þetta graf hérna sýnir tíman frá lokum mars og til loka júní og línundan hérna, svo þetta lækir sem eru klæddir, mólendislækir, birkiskógalækir og barrskógalækir og það svo sem engin marktækur munur á þeim. En það sem við sáum gerast þegar það byrjaði aðeins leysing hérna í mars, við sáum hérna koma svona smá sýrutopp, en svo reyndar, hvern munið þið, eftir sumrinu, þannig að þið þarna fyrir austan, munið eftir sumrinu 2015? Nei, það kom aldrei. Og það var það sem gerðist, það snjóaði mjög mikið í fjöll fyrir austan og upp í apríl og það voraði náttúrulega alveg einstaklega seint þetta ár og ég held að það hafi bjargað okkur rosalega mikið af því það sem gerðist þegar allur þessi nýju snjór bættist við og hann bráðnaði svo hægt að sýrustigi steig aftur upp og það var ekki eins súrt og við heldum áfram í rauninni svo að sjá súrnun hérna fram eftir sumri og venjulega þá fáum við aðeins súrara vatn á vorin en svo fáum við miklu basískara vatn á seinna sumrin. En sumarið 2015 var svo kalt og bránunin var svo hæg að þetta tók miklu lengri tíma. Hins vegar náði ekki sýrustigið þeim þröskuldi og vegna þessa þá var vatnið aldrei svo súrt og það hefði áhrif á vatnalífið. Ég held að við höfum verið mjög heppið þarna. Í stuttu máli þá sáum við líka hérna þegar að Edda fór og tók sýni af stafaföru að það var marktæk samband milli skemmda á stafaföru og brennisteini í barrinu en áhrifin á landslagsvísu voru svo lítil að við ætluðum að gera úttektir, við hættum við að gera úttektina en það var hægt að sjá skemmdir á föru út af gosáhrifunum en það voru samt tiltölulega lítil áhrif. Það sem kemur út úr gróðuráhrifunum hjá okkur var að þar voru líka, við sáum ekki nein mælanleg áhrif af völdum gossins haustið eftir gosið og gróðurfar fyrir austan. Þannig að það gerðist ekki þar. Hins vegar þegar við fórum og skoðuðum jarðveginn og þá ég með mælingarnar af hvert punktur svæði fyrir austan, mælingar frá 2002 og svo sýrustig í samu stöðum í jarðvegi árið 2015 og það, ef ekkert hefði breyst þá væri allir punktarnir á þessari línu hér en það súrnaði fyrir austan í skógar og mólendisjarðvegi sem nemur 0,4 til 0,6 pH einingum og breytingum á 0,3 í pH það helmingi meiri sýra. Þannig að
það hafði hér með tvöfaldast og jafnvel fyrir þrefaldast magn sýru í jarðvegi fyrir austan, en að því íslensku jarðvegur það basískur, það hafði súrnað talsvert mikið, en hefði sýrustigi farið niður fyrir 4,3 þá hefði orðið mjög neikvæð áhrif. En jarðvegurinn gat buffera það mikið að við sluppum. Það varð súrara en bara ekki það súrt að við fengjum áhrifin. Þannig að samantektin þessi að við fengum, áhrifin voru mjög lítil nema á sýrustigi jarðveg þar sem við sáum mjög sterk áhrif. Og það að koma skýrsla frá við erum að gefa út, ekki bara við, heldur allir sem gerðu rannsóknir, það koma út bók eða skýrsla núna seinna í vor með samanteknum niðurstöðum áhrif á mannfólk og búsmala og við með náttúruna og fleiri með náttúruna og svoleiðis. En þurftum við að hafa þessar áhyggjur. Og já, málið að þó að gasi losni þá myndast ekkert endilega sýran. Það þarf að ákveðnar umhverfisástæður að ríkja svo sýran myndist. Og sýrumyndunin hraðar í birtu, ef það sólarljós. Sýrumyndunin hraðar í raka. Sýrumyndunin hraðar ef að loftið berst ekki mjög hratt út á landinu, þá myndast meiri sýra við tíma og fellur á landið. Hvenær átti gosið sér stað? Seint á hausti og stóð fram yfir miðjan vetur. Í dimmasta skammdeginu, á kaldasta tíma ársins, á stað, á mjög vindas, á þann tíma ársins sem var mjög vindasamur, þannig gasið barst mjög hratt út af landinu og svo líka að basaltið ryk, að það getur hlutleist þessa sýru, þannig að þetta er líka mesta ryksvæði landsins í miklu roki. Þannig að það voru allir þættir sem hvað og hvenær þetta gos átti stað skipti bara öllu máli hvað gerðist í rauninni. Og til að staðfesta það sem að samkvæmt niðurstöðum Veðurstofunnar að þá féll ekki til við súrasta úrkoman þar sem mest gasið var. Súrasta úrkoman féll á Snæfellsnesi og Reykjanesi. Það var loftið sem hafði borist suður, orðið heitara og bjartara, þá myndaði sýrur og svo kom loftið tilbaka og kom og þá súrnaði ekki á þar sem gosárin voru mest. Þannig að ég segi, við vorum bara djöfulli ljónheppin. Og ég held að fólk bara hafi ekki átt að segja á það. Takk.